Komið sæl og verið velkomin í Kraft meira flæðið. Fyrir þau ykkur sem þekkja mig ekki, þá heiti ég Íris og ég jógakennari hérna í Amara Yoga. Og í dag ætlum við að gera 60 mínútur af Kraft meira flæði. Og eins og alltaf þá mæli ég með að hlusta bara á líkamann, þannig að ef það er einhver staða sem er óþægileg eða eitthvað slíkt, þá bara takið eitt skref tilbaka. Og það er alltaf velkomið að koma sér fyrir í barninu. En við ætlum að byrja í barninu í dag. Við leyfum okkur að leggjast niður, leggjum ennið í dýnu og handlegginn niður fram síðan. Og gefum okkur smá stund hér til að hlusta á andardráttinn. Leyfum öndunin að dýpka og lengjast. Finnum fyrir líkamanum. Finnum fyrir snertiflötum líkamans við dýnuna. Athugum hvort við náum ekki að breiða eins úr bakinu í hvert skipti sem við drögum andann að. Við ætlum svona að reisa okkur rólega við þannig að við sitjum á hælunum. Lengjum við hrygginn hér, opnum bringuna. Og innöndum þrýstu öxlunum fram og upp í átt að eyru. Og útöndum þrýstu niður aftur. Með mýkjum herðasvæðið. Og við förum bara í takt við okkar öndun og okkar hraða. Öndum af þegar við þrýstum fram og upp og öndum frá þegar við þrýstum niður og aftur. Og skiptum síðan rólega átt. Þannig að innöndum þrýstum öxlunum aftur og upp í átt að eyrum og útöndum þrýstum niður og fram. Á næstu innöndum þrýstum við sín öxlunum þétt upp í átt að eyrum. Höldum að fara að anda rólega hér og ruggum höfðum til og frá. Sjáum hvort við náum ekki að gefa hálsinum okkar smá nudd. Drögum síðan djúpt inn andann, þrýstum öxlunum ennþá hærra, höldum aðeins. Og svo blásum við frá og sleppum. Gerum þetta eins og drögum djúpt inn andann, þrýstum öxlunum þétt upp í átt að eyrum. Og svo blásum við frá og sleppum. Drögum síðan djúpt inn andann, teygjum handlegginn hátt upp. Pullum lungun. Og frá andinn leggjum við vinstri lófa í dýnu og teygjum hægri handlegg rólega yfir þannig að við opnum inn í hægri síðu. Og komum svo rólega tilbaka. Drögum andann að, teygjum handlegg upp. Og frá andinn leggjum við hægri lófa í dýnu, teygjum vinstri handlegg upp og yfir. Og opnum inn í vinstri síðu. Og komum svo rólega tilbaka. Leggjum lófa í dýnu og komum okkur fyrir á 4 fótum. Pössum að hafa lófana beint undir öxlum, hnén beint undir mjöðmum. Velkomin að hafa táberg í dýnu og teygja á sig tánum. Við byrjum svo á því að anda frá og mynda grippu og við þrýstum herðablöðunum vel í sundur. Drögum svo andann að fettum bakið, opnum bringuna og lítum fram. Og öndum frá og myndum grippu. Og hér förum við bara á okkar hraða í takt við okkar öndun og mýkjum hrygginn.
reynum að leyfa rófubeinin að stjórna hreyfingunni. Þannig eins og að sé bylgja að fara í gegnum bakið sem að byrjar í rófubeininu. Endum svo á næstu fráhandum, þrýstum herðablöðunum vel í sundur og leyfum svo bakinu að koma niður í hlutlausa stöðu. Stingum tánum undir okkur, spennum kviðinn, lengjum aðeins rygginn og innöndun ætlum að lyfta hnjánum örlítið upp frá dýnu. Og útöndun sígum við rólega niður. Öndum að lyftum upp. Öndum frá sígum niður. Einu sinni öndum að lyftum upp. Og öndum frá sígum niður. Við lyftum okkur síðan alla leið upp í höndin sem horfir niður. Og gefum okkur smá stundi að koma okkur fyrir í stöðunni hér. Göngum hælana upp og niður til skiptis og vekjum aðeins kálfann okkar. Þrýstum fingrunum vel í sundur, dreifum álagina og úlnliðina. Lengjum hrygginn í báðar áttir. Og hér betra að beygja hnén en á að rétta alveg úr bakinu, frekar heldur en að hafa bogið bak og bein hnén. Þannig að einbeitum okkur aðeins að hryggnum hérna. Athugum hvort við náum ekki að rétta alveg úr bakinu okkar. Drögum síðan djúpt inn andann. Lyftum okkur hátt upp á tá, beygjum hnén. Lítum fram milli handa og stígum eða stökkum fram. Öndum að lengjum hrygginn. Og fráhandinn leggjum okkur rólega saman. Á innöndun réttum við sem rólega úr okkur tegum handleggi upp og út. Og fráhandinn leggjum við lofa saman niður fram bringu. Á innöndun tegum við handleggi upp og út. Og fráhandinn leggjum okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og fráhandinn stígum eða stökkum aftur í planka. Tökum tjættar vanga á tánum með hnjánum. Öndum aðeins í höndin sem horfir upp. Og fráhandinn lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Hér ætlum við að draga djúpt inn andann. Á fráhandinn sígum við rólega fram í planka. Á innöndun leyfum mjöðmum að síga niður og koma inn í höndin sem horfir upp. Og fráhandinn lyftum okkur aftur upp í höndin sem horfir niður. Öndum að. Og fráhandinn sígur fram í planka. Á innöndun komum inn í höndin sem horfir upp. Og fráhandinn lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Og einu sinni enn drögum djúpt inn andann. Á fráhandinn komum niður í planka. Öndum að komum inn í höndin sem horfir upp. Og fráhandinn lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Og hér skulum við aðeins kanna jafnvægið okkar í dag. Við getum prófað að lyfta hægri handlegg upp úr dýnu. Það sem að spenna kviðinn vel hér, heldum áfram að lengja hrygginn, lengja öndunina. Og ef okkur líður vel hér getum við prófað að lyfta vinstra fótlegg upp á móti. Og ef við finnum jafnvægið okkar hér í dag, getum við jafnvel prófað að beygja vinstri fótlegg. Og athugum hvort við náum að grípa í fótlegginn fyrir aftan bak með hægri handlegg. Komum svo rólega tilbaka og tökum eitt djúpan andardrátt. Lyftum síðan vinstra handlegg upp úr dýnu. Og ef okkur líður vel hér getum við prófað að lyfta hægri fótlegg upp á móti. Þessum bara að spenna kviðinn. Lengja áfram hrygginn og lengja öndunina. Og svo velgum við athugum sem að ná að grípa í fótinn fyrir aftan bak.
ef maður finnur hann. Þarna hann. Og suma daga jafnvægi ekki alltaf með manni. Og þá tekur maður bara lítil skref. Komum svo rólega tilbaka. Drögum djúpt inn andann. Og frá andinn sígur fram í planka. Tökum tjátt að ranga tánum með hnjánum. Öndum að inn í höndin sem horfir upp. Og öndum frá inn í höndin sem horfir niður. Á innöndun lyftir svona hægri fæti upp og aftur. Á útöndun stígur fram milli handa. Og komum inn í hlaupategina. Þessum bara hægri hnéð sér beint fyrir ofan hægri ökkla. Spyrnum vel aftur í vinstri hæl, lengjum hrygginn. Leggjum svo vinstri lófa í dýnu. Og innöndun tegum hægri handlegg fram og upp. Og útöndun niður og aftur. Þannig myndum stóran hring með handleggnum í takt við öndunina. Öndum að tegjum fram. Og öndum frá tegjum aftur. Og við ætlum að virkja allan handlegginn, þrýstum fingrum vel í sundur. Myndum eins stóran hring og mögulegt er. Á næstu innöndun tegjum við hægri handlegg beint upp. Og á útöndun snúum við örlítið upp á hrygginn. Leggjum sem lófa í dýnu, stígum aftur í planka. Og tökum tjátt að ranga tánum með hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og frá öndin lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Á innöndun lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa. Komum inn í hlaupategina. Lengjum við hrygginn. Þessum að vinstra hnéð sér beint fyrir ofan vinstri ökkla, spyrnum vel aftur í hægri hæl. Og leggjum svo inn hægri lófa í dýnu. Á innöndun tegjum vinstra handlegg fram og upp. Á útöndun tegjum hann niður og aftur. Öndum að tegjum fram. Lefum höfðan að fylgja hreyfingunni. Og einu sinni enn, drögum djúpt inn andann. Tegjum fingur í sundur, tegjum handlegginn svo langt út og við getum. Og á næstu innöndun tegjum við handlegginn beint upp. Á útöndun snúum við örlítið upp á hrygginn. Leggjum sem lófa í dýnu, stígum aftur í planka. Og tökum tjátt að ranga tánum með hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og frá öndun lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Og tökum nokkra andardrætti hér. Á innöndun lyftum við okkur síðan hátt upp á tærnar, beygjum hnén, lítum fram milli handa og stígum að stökkum fram. Gefum aðeins eftir hér. Leyfum okkur aðeins að hanga fram og beygjum hnén bara eftir þörfum. Á innöndun reisum við síðan rólega við, tegjum handlegg upp og út. Og frá öndun leggjum við lófa saman fram bringu. Öndum að tegjum handlegg upp og út. Og frá öndun leggjum við okkur saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og frá öndun stígum að stökkum aftur í planka. Tökum tjátt að ranga tánum með hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og frá öndun komum inn í höndin sem horfir niður. Á innöndun lyftum við hægri fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa. Og við komum inn í hlaupategina. Hér ætla að reisa okkur rólega við. Það er velkomið að minnka bilið milli fótleggja. Eftir það starf. Þá sem bara hægri hnéð sér beint fyrir ofan hægri ökkla. Spyrnum vel aftur í vinstri hæl. Lengjum hrygginn, höldum smá spennu í kviðnum svo við missum ekki bakið í óþarfa fettu. Og leggjum svo handlegginn inn fram síðan. Á innöndun tegjum við báða handleggi upp.
Á útöndun teygum vinstri handlegg fram og hægri handlegg aftur. Snúum örlítið upp á hrygginn. Lítum yfir til hægri. Öndum að, teygum upp. Og frá öndum teygum við hægri handlegg fram, vinstri handlegg aftur. Lítum yfir til vinstri. Öndum að, teygum upp. Og öndum frá, snúum yfir til hægri. Öndum að, teygum upp. Og snúum yfir til vinstri. Drögum svo djúpt inn andann, tegjum handleggja hátt upp og frá öndun leggjum við lófa í dínu, stígum aftur í planka, tökum tjöftur anga á tánum með hnjánum, öndum að koma inn í höndin sem horfir upp og frá öndun lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Á innöndun lyftum við sem vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun stígum fram milli handa, komum inn í hlaupategina. Lefum mjögum bara síga aðeins niður hér. Komum okkur fyrir. Reisum okkur sem rólega við og minkum bilið á milli fótleggja ef við þurfum. Lengjum vel hrygginn, opnum bringuna og innöndun teygum handleggja hátt upp. Á útöndun teygum hægri handlegg fram, vinstri handlegg aftur, snúum upp á hrygginn. Lítum yfir til vinstri. Öndum að, tegjum upp og frá öndun snúum yfir til hægri. Öndum að, tegjum upp og frá öndun snúum yfir til vinstri. Og einu sinni enn, öndum að, tegjum upp og frá öndun snúum yfir til hægri. Drögum svo djúpt inn andann, tegjum handleggja hátt upp. Á frá öndun leggjum við lófa í dínu, stígum aftur í planka. Tökum tjöftur anga á tánum með hnjánum. Öndum að inn í svan og öndum frá inn í höndin sem horfir niður. Og tökum nokkra djúpa andardrætti hér og leyfum okkur aðeins að gefa eftir. Og næstu innöndun ætlum við að síga rólega fram í planka og halda aðeins hér. Hér er líka velkomið að vera á hnjánum ef það hentar betur. Við leggjum sem hægri lófa í dínu fyrir miðju, snúum okkur yfir, tegjum vinstri handlegg upp og komum inn í hliðarplanka. Við ætlum að halda hér í nokkra djúpa andardrætti. Og það er líka hægt að vera á hægri olnboga eða leggja hægri hné í dínu. Finnum bara þá útgáfu sem hentar okkur í dag. Svo er alltaf velkomið að lyfta vinstra fæti upp. Komin í smá sprelli kallað hliðarplanka. Ef að jafnvægi leyfir. Drögum svo djúpt inn andann. Á frá öndun leggjum við vinstri lófa í dínu. Tökum tjöftur anga á tánum með hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og frá öndun komum inn í höndin sem horfir niður. Á næstu innöndun ætlum við að síga rólega fram í planka. Höldum aðeins hér. Leggjum svo vinstri lófa í dínu fyrir miðju. Snúum okkur yfir. Og tegjum hægri handlegg upp, komum inn í hliðarplanka. Í þá útgáfu sem hentar okkur. Spennum vel kviðinn, lyftum mjöðmunum upp. Nú getum alltaf lyft hægra fæti upp. Komin í smá sprelli kallað hliðarplanka. Drögum svo djúpt inn andann. Á frá öndun leggjum við lófa í dínu. Og tökum tjöftur anga á tánum með hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og frá öndun ætlum við að setjast aftur á hæla. Gera gott bil á milli hnjána. Leyfa ennina að síga niður í átt að dínu. Og gefum eftir hér. Og tökum nokkra djúpa andardrætti.
Leggjum síðan lófa í dínu. Komum upp á 4 fætur. Stingum tánum undir okkur og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Leyfum okkur síðan rólega fram í planka á næstu fráhöndin. Tökum tjáttur anga á tánum með hnjánum. Öndum að komum inn í höndin sem horfir upp. Og öndum frá komum inn í höndin sem horfir niður. Lyftum okkur hátt upp á tær á næstu innöndun, beygjum hnén. Lítum fram milli handa og stígum með stökkum fram. Og innöndun reisum okkur rólega við, teygjum handleggi hátt upp og út. Og fráhöndin leggjum og lóg saman fyrir frambringu. Og öndum að teygjum handleggi upp og út. Og öndum frá leggjum okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og fráhöndin stígum við að stökkum aftur í planka. Höldum nokkra andardrætti hér. Spennum vel kviðinn, þrýstum gólfinu frá okkur. Leyfum fingrum að fara í sundur. Þrýstum herðablöðum aðeins í sundur líka. Og á næstu fráhöndin tökum við svo tjáttaranga á tánum að hnjánum. Öndum að koma inn í höndin sem horfir upp. Og öndum frá komum inn í höndin sem horfir niður. Á næstu fráhöndin leyfum sem hnjánum að síða rólega niður. Setjumst aftur að hæla og reisum okkur við. Og við ætlum aðeins að liðka úlliðina hér og tjekka á þeim. Getur oft verið mikið álag á úlliðum í svona vinyasa-flæði. Við skulum leggja lófana í dínulega og úlliðina að vísa fram. Tegja hérna aðeins á framhandleggjum. Og við getum sett lófana örlítið framar eða aftar, bara eins og okkur hentar. Losum sér rólega og hristum aðeins hér. Leggjum handarböku í dínu, teygjum aðeins framan á. Passum að setja ekki of mikla þyngd hérna. Og hristum aðeins. Við mælum síðan axlabreidd milli handa, grípum olnbogana. Leggjum olnboga í dínu, spennum greipar, stingum tánum undir okkur og komum inn í planka. Hér er líka alltaf velkomin að vera á hnjánum, ef það hentar betur. Þrýstum herðablöðunum vel í sundur, spennum kviðinn og öndum rólega. Mikilvægt að tjekka alltaf á önduninni. Athuga hvort hún sé djúp og löng. Við ætlum síðan hægt og rólega að þrýsta bringunni niður í átt að dínu, lyfta mjöðmunum upp og ganga tánum örlítið nær handleggjum. Komum inn í höfrunginn. Þetta er smá svona eins og hundurinn sem horfir niður en með olnboga í dínu. Hér ætlum við að halda í nokkra andardrætti. Þrýstum bringunni framar, lengjum áfram hrygginn. Velkomin að beygja hnén bara eftir þörfum. Og kannski er nóg að halda bara hér. En fyrir þá sem vilja ganga örlítið lengra, er velkomið að síga rólega fram á innöndun, leyfa hökuna að snerta fingur og fráöndun þrýsta bringunni aftur tilbaka. Við öndum að sígum fram. Öndum frá þrýstum tilbaka. Öndum að sígum rólega fram. Spenna í kviðnum. Djúp og rólega öndun. Og sígum rólega fram á innöndun. Komum rólega tilbaka út öndun. Og einu sinni enn. Öndum djúpt að. Sígum rólega fram. Og öndum frá, komum rólega tilbaka. Drögum svo djúpt inn andan. Og frá andan leggjum við í dínu. Leggjum ristar í dínu, setjumst aftur að hæla. Teygjum handleggi fram og leyfum enninu sig rólega niður.
Tökum nokkra djúpa andardrætti hér. Göngum sem handleggja örlítið yfir til vinstri. Þrýstum mjöðum aðeins yfir til hægri, teygjum á hægri síðu. Komum svo rólega tilbaka. Göngum handleggjum yfir til hægri, þrýstum mjöðum yfir til vinstri og teygjum á vinstri síðu. Komum svo rólega tilbaka. Þrýstum lófum í dínu, lyftum okkur upp á 4 fætur, stingum tánum undir okkur og lyftum okkur upp í höndin sem horfir niður. Á einmyndinni lyftum okkur hátt upp á tær, við beygjum hnén, lítum fram milli handa og stígum eða stökkum fram. Öndum að, teygjum handleggi upp út og frá leggjum lófið saman fyrir frambringu. Við ætlum síðan að taka örninn í dag. Þannig að við höfum svona sirka mjög breidd á milli fóta. Leggjum sem þyngdina aðeins í vinstri fótlegg. Ég ætla að klippa hér. Ég held ég að vera ekki sneiðið þar í ytterstofn. Ég ætla bara að byrja aftur að segja það sem ég var að segja. Myndar hlutur út. Við höfum cirka mjög breidd á milli fóta. Öndum að til handleggja hátt upp og frá öndum sveiflum við hægri handlegg undir vinstri. Athugum hvort við náum að grípa og lofa saman. Öndum að lyftum síðan hægri fæti upp, setjum þyngdina yfir vinstri fótlegg. Leggjum hægri fótlegg yfir vinstri og þrýstum lærin þétt saman. Þannig að tærnar beinast niður í átt að dínu, vinstra megin við fótinn. Ég vil líka athugum hvort við náum að binda hægri fótlegg utan vinstri fótlegg. Hér ætlum við að anda rólega, spenna kviðinn, lengja hrygginn. Athugum hvort við náum að þrýsta olnbogum upp í axlarhæð. Við náum að kreista lærin saman. Og finnum okkur eitthvað punkt til að horfa á sem hreyfist ekki. Á næstunni þegar við komum sem rólega tilbaka. Sleppum takinu handlegginn, teygjum handleggi upp út og leggjum lófa rólega saman fyrir frambringu. Og alltaf gott að hrista kannski aðeins á milli hliða. Búum okkur síðan undir að gera eins hinum megin. Drögum andann að til handleggi hátt upp og frá andinn sveiflum við vinstra handlegg undir hægri. Athugum hvort við náum að grípa handleggi saman. Öndum að lyftum vinstra fæti upp og frá andinn beygjum vinstri fótlegg yfir hægri. Við viljum tánum að vísa niður í þetta dínu, hægra megin með hægri fótlegg. Athugum jafnvel hvort við náum að binda hér, vinstri fótlegg utan hægri. Spennum kviðinn, lengjum hrygginn. Sjáum svo hvort við náum að lyfta olnbogum hátt upp. Fyllum og tæmum lungun. Öndum rólega. Og næstu myndum reisum rólega við sleppum takinu handleggjum, teygjum handleggi hátt upp og rólega leggjum lófa saman frambringu. Við skulum taka aðeins meira jafnvægi í dag. Við dreifum á tánum á vinstra fæti. Finnum að fóturinn er stöðugur og sterkur, kviðurinn vakandi, bringan opin. Finnum okkur eitthvað punkt til að horfa á og beygjum síðan hægri fótlegg. Grípum utan hægra hnén.
Og suma daga getur verið alveg nóg að halda bara hér og þá gerum við það. En fyrir þá sem vilja prófa að fara aðeins lengra, getur gripið stóru tá með þumalfingri, vísifingri og löngutöng. Sett vinstri handlegg á vinstri mjöðm og athugið hvort þið náma rétt úr hægri fótlegg hér. Líka allt í lagi að hafa bogið hné. Aðalatriðið að hafa beinan og langan hrygg. Pössum að missa okkur ekki fram hér. Lengjum vel hrygginn. Og höldum líka áfram að lengja öndunina. Við getum líka að prófa aðeins hér að vinda upp á okkur. Þannig að grípum með vinstri handlegg utan hægri fótlegg. Snúum upp á hrygginn til hægri tegum hægri handlegg aftur. Hér er líka hægt ef við höldum utan hnéð. Grípum með vinstri handlegg utan hægri hné og tegja hægri handlegg rólega aftur. Eða svo hvort við náum að líta til hægri eða aftur eftir hægri handlegg. Komum svo rólega tilbaka. Grípum með hægri handlegg utan hægri fótlegg. Leggjum vinstri handlegg á vinstri mjöðm. Sleppum síðan hægri fæti, höldum honum uppi og leyfum honum að síga rólega niður. Og gefum aðeins eftir hér. Dreifum svo tánum á hægri fæti og við finnum að fóturinn er stöðugur og sterkur áður en við byrjum. Kviður og vakandi bringanópinn, langur hryggur. Og við beygjum síðan vinstra hné, grípum utan vinstra hné. Og það getur verið alveg nóg að halda hér. Fyrir þá sem vilja fara aðeins lengra, grípum utan vinstri tá. Byrjum hægt og rólega rétt over vinstra fæti. Leggjum hægri lófa utan á hægri mjöðm. Og höldum rólega hér. Pössum bara að lengja vel hrygginn. Missum ekki bakið niður. Höldum bringunni opinni. Nóg pláss fyrir öndun. Og fyrir þá sem vilja vinda aðeins upp á sig, grípum utan vinstri fótlegg með hægri handlegg. Tegjum vinstri handlegg rólega aftur. Og athugum hvort við náum að líta aftur eftir vinstri handlegg. Og ef við höldum utan hné, þá grípum við bara utan vinstra hné með hægri handlegg. Og tegjum vinstri handlegg aftur. Komum svo rólega tilbaka. Grípum aftur með vinstri fótlegg með vinstri handlegg. Leggjum hægri handlegg á mjöðm. Sleppum vinstri fæti. Höldum aðeins og leyfum honum svo síga rólega niður. Og gefum aðeins eftir hér. Komum okkur sem fyrir fremsta dýnunni. Drögum djúpt andann, tegjum handleggi hátt upp. Og frá andann leggjum okkur rólega saman. Öndum að lengjum hrygginn. Og frá andann stígum við stökkum aftur í planka. Tökum síðasta chaturanga dagsins. Öndum að inn í hundinn sem horfir upp. Og öndum frá inn í hundinn sem horfir niður. Hér ætla að draga djúpt andann. Og frá andann leggjum hné í dýnu. Leggjum ristar í dýnu, enni í dýnu, handlegginn inn á fram síðan og gefum aðeins eftir hér. Við reisum okkur sem rólega við, þannig að við sitjum á hælunum og búum okkur undir jógamúdra.
Við finnum að bakið er beint, axlirnar eru slakar og á einundun lyftum við handleggjum upp fyrir framan okkur. Á útundun svífa þær aftur og við læsum fingrum saman. Líka velkomin að ná sér í reipi eða belti hér til að halda á milli. Öndum að réttum úr olnbogum, opnum bringuna. Og á fráöndun leyfum við enninu sig rólega niður í átt að dýnu. Og leyfum handleggjunum að draga okkur áfram. Kannski höldum við hér. Kannski lyftum við honum upp og rúlum yfir á hvirfilinn. Og leyfum handleggjunum alltaf að ganga örlítið lengra aftur. Á næstu fráöndun komum við síðan rólega tilbaka, leyfum mjöðmunum að síga niður eftir hælum, höldum handstöðin eins og nýr, reisum okkur rólega við, opnum bringuna, drögum andan að og fráöndun sleppum við. Og finnum áhrifin frá Yoga Mudra. Komum okkur síðan aftur fyrir á 4 fótum og búum okkur undir að koma inn í dúfuna. Á innöndun lyftum við hægri fæti upp og aftur. Á útöndun beygjum við hægri hné í átt að hægri úlið. Leggurinn leitar yfir til vinstri og leyfum vinstri fótlegg renna rólega niður eftir dýnunni. Gefum okkur smá stund í að koma okkur fyrir í stöðunni. Finnum þyngdarpunktinn okkar í miðjunni. Passum að leka ekki yfir til hægri eða vinstri. Svo þegar við erum tilbúin ætlum við að leyfa okkur síga rólega niður í átt að dýnunni. Bara eins langt og hendar okkur. Og gefum vel eftir hér, með mjúk teygja í hægra læri og hægri mjöðum. Notum öndunum til að hjálpa okkur. Þannig að hvert skipti sem við öndum frá gefum við örlítið betur eftir inn í stöðuna. Athugum líka hvort það sé einhver óþarfa spenna í hálsi eða herðum. Eða kvið. Leyfum okkur bara að hanga fram. Tökum einn djúpan andardrátt í viðbót, leyfum okkur að gefa örlítið betur eftir. Næstu innöndun leggjum við síðan lága dýnu, reisum okkur rólega við, réttum úr okkur. Og drögum svo vinstri fótlegg upp að hægri. Og jöfnum aðeins mjaðmirnar hér. Komum okkur síðan aftur fyrir á 4 fótum, búum okkur undir að gera eins hinum megin. Á innöndun lyftum við vinstra fæti upp og aftur. Á útöndun beygjum vinstra hné í átt að vinstri úlið. Leggurinn leitar yfir til hægri og leyfum hægri fótlegg renna rólega niður eftir dýnunni. Gefum okkur smá stund að koma okkur fyrir hér. Þar sem að þyngdin sé í miðjunni. Leyfum okkur svona síga rólega fram þegar við erum tilbúin. Bara eins langt og hendar okkur. Og gefum eftir. Finnum mjúka teygju í vinstri mjöðum og vinstra læri. Höldum áfram að lengja öndunina. Gefum eftir í hálsi og herðum. Gefum eftir í kviðnum. Tökum einn djúpan andardrátt í viðbót. Leyfum okkur að síga örlítið betur ofan í stöðuna.
Leggjum síðan lófa í dínu og reisum okkur við á innöndun. Réttum úr okkur. Drögum svo hægri fótlegg upp á vinstri. Og jöfnum aðeins mjöðmyndina með því að rugga okkur til og frá. Komum síðan fótleggjanum fram fyrir okkur. Komum okkur fyrir framalega á dínunni og grípum hnéð. Ég ætla að leyfa okkur rúlla rólega niður í dínu og gefa bakinu okkar smá nudd. Við getum annarkvæmt gripið hnéð og rugga til hliðina hér. Eða gripið undir hnéð og rúlla fram og aftur upp eftir hryggjasúlunni. Og ef við erum að rúlla fram og aftur getum við gert það í takt við öndunina. Þannig við öndum að þegar við komum fram og öndum frá þegar við rúllum aftur. Og ætlum svo að rúlla okkur upp í okkar útgáfu af axlastöðunni þegar við erum tilbúin. Við getum annarkvort haft allt bakið í dínu. Eftir handleggi við liggja með fram síðum og leyfa fótunum vísa beint upp. Eða þá við lyftum mjöðmunum upp. Leggjum olnboga í dínu, leyfum lófum að hvíla aftan á mjóbakið að mjöðnum og þrýstum fótleggjum rólega upp. Leyfum okkur bara aðeins að vera á hvolfi. Nú skulum fetta kreppa tærnar. Þrýsta þeim öllum í sundur eins mikið og við getum. Kreppa þær svo saman. Og rúllum ökklan nokkra hringi í báðar áttir. Við ætlum svona að leyfa fótleggum að stíga samferða rólega niður í átt að dínu frá ofan höfuð. Ef við erum með allt bakið í dínu, getum við gripið fótleggja og dregið á örlítið nær okkur. Þannig að myndast mjúk teygja aftan á fótleggjum. Ef að tærnar snerta dínuna, getum við athugað hvort við náum að losa handlegginn. Jafnvel spennt greipar og réttur olnbogann niður í dínu. En ef að tærnar eru ennþá í lausu lofti þá pössum við að halda þétt til bakið á okkur og styðja við okkur. Líka velkomin að rétta úr ristunum hér. Teygja aðeins á þeim. Við minnum okkur líka á að við getum rúllað niður hvernig sem er þegar við erum búin að fá nóg. Við leggjum sem lófa aftur á mjóbak, beygjum hnéðin og leyfum okkur að rúlla rólega niður. Grípum hnéðin þétt upp í aftabringu og ruggum aðeins til hliðana. Við leggjum síðan iljar í dínu, sirka hnefabreidd. Við leggjum handlegginn yfir fram síðum, spennum kviðinn. Og á innöndunni ætlum við að lyfta mjöðmunum rólega upp frá dínu. Bara í þá hæð sem hentar okkur. Hér getum við gengið herðablöðin saman undir okkur. Við látum hvort við náum að spenna greipar á rétt úr handleggjum. Og öndum rólega hér. Athugum jafnvel hvort við náum að gefa eftir í rassvöðunum og leyfa fótleggjunum að sjá vinnina. Og fyrir þá sem vilja ganga eitthvað lengra hér er líka velkomið að prófa að lyfta upp hægri fæti. Spyrna vel aftur í hægri hæl. Passa að missa samt ekki hægri með niður. Og lyfta síðan upp vinstra fæti. Og koma rólega niður. Á
Hælendin lyftu sér með honum örlítið hærra. Og fráhendin leiðum hún sér rólega niður. Lásum takja á handleggjum. Leggjum handlegg út í sitt hvor áttina, leiðum lóan og vísa niður. Og fráhendin leiðum hérna með sér samfæri út til hægri. Endum að reisum hnén við. Og fráhendin síguð samfæri út til vinstri. Og höldum svona áfram í takt við okkar öndun og okkar hraða. Og losum hrygginn. Líka velkomin að lyfta fótleggjum upp úr dýnu og halda hreyfingunni áfram þannig. Pössum bara að hlusta á mjóbaki okkar. En það getur líka verið gott að leyfa höfðinu að líta í gagnstæða átt. En við stöðum sem hreyfinguna, réttum úr fótleggjum beint upp í loft. Leggjum handlegginn niður frá síðum, spennum kviðinn, beinum hökunöldin niður í átt að bringu og leyfum fótleggjum að síga rólega niður í átt að dýnu samfella. Passum að halda áfram að anda rólega hér. Þetta er hvort það sé einhver spenna í andlitinu sem við getum gefið eftir. Leið að hælarnir snerta dýnuna. Gefum við alveg eftir, leiðum okkur sökk ofan í dýnuna. Og tökum nokkrar djúpa andardrætti hér. Leggjum síðan iljar aftur í dýnu, þrýstum bakinu þétt niður. Lyftum handleggjum upp, beint fyrir ofan, andlit. Og reisum okkur síðan rólega við. Við réttum úr fótleggjum. Kreppum ökklana, lengjum hrygginn vel. Á endum tegum handleggja hátt upp, aðtökast ná jafnvel. Þrýsta bringunni örlítið framar. Og fráhendum beinum hnén, grípum utanum tærnar. Leggjum ennið niður í átt að fótleggjum og réttum rólega úr fótleggjum. Bara eins langt og hendar okkur. Leyfum olnbogum að síga niður í átt að kálfum. Og gefum eftir, mjúk teygja aftan á fótleggjum. Notum öndunina áfram til að hjálpa okkur að gefa eftir inn í stöðuna. Þannig með hverju fráhendinu sígu örlítið neðar. Tökum eitt djúpan andardrátt í viðbót. Gefum örlítið betur eftir. Reisum okkur rólega við. Og leyfum okkur rúlla rólega niður. Og búum okkur undir hryggvindu. Við geymum vinstri fótlegg í dýnu. Beygjum hægri fótlegg, leggjum hægri yl ofan á vinstra hné. Vinstri handleggur grípur utanum hægri læri og hægri handleggur vísar beint upp. Leyfum okkur svo rúlla rólega yfir til vinstri. Og vendum upp á hrygginn. Nú getum við lyft okkur upp á vinstri meðan. Leyfum höfðuna lítið til hægri. Og reynum að halda báðum öxlum í dýnu. Beinum öndunum í átt að hægri síðu.
Komum svo rólega tilbaka. Skilum hægri fæti aftur í dýnu. Beygjum vinstri fótlegg. Leggjum vinstri yl ofan á hægra hné. Hægri handleggur grípur utan á vinstra læri og teygjum vinstri handlegg beint upp. Leyfum okkur svo rúlla rólega yfir til hægri. Nú getum við lyft okkur upp á hægri meðum. Leyfum höfðinu að líta yfir til vinstri. Reynum að halda báðum öxlum í dýnu hér. Beinum önduninni í átt að vinstri síðu. Það getur líka verið gott að athuga hvort það sé einhver óþarfa spenna í hægri síðu sem liggur í dýnunni. Maður gleymir henni oft í hryggvendu. Komum svo rólega tilbaka, skiljum vinstri fæti aftur í dýnu. Nú við skulum koma aðeins inn í hamingjusama barnið áður en komum okkur fyrir í slökun. Við beygjum það hnén, grípum utanum jarkana á fótleggjunum okkar, þrýstum hnjánum vel niður, sitthvorum megin og í líkamann. Og svo velkomin að rugga til hliðina hér. Þetta er gott að ýta aðeins upp á móti handleggjum. Þrýstum iljanum aðeins upp og lófanum niður á móti. Losum síðan takið, leggjum fótlegginn niður í dýnu. Og búum okkur undir síðustu og mikilvægustu stöðu dagsins. Shavasana, eða slökunarstaðan. Við komum okkur vel fyrir, breiðum úr líkamanum. Leyfum lófum að vísa upp. Gefum eftir í ökklunum svo fæðinni detta í sitt hvor áttina. Við skulum byrjaði hér að draga djúpt inn andann og halda örlítið. Og svo blásum við frá og sleppum. Leyfum okkur að gefa eftir. Og við getum rennt athyglinni yfir líkamann. Fundið að tærnar eru slakar. Ökklarnir eru mjúkir. Gefum eftir í kálfunum. Finnum að hnén og lærin eru mjúk. Mjaðmasvæðið liggur þungt í dýnunni. Finnum að hryggurinn er beinn og langur og við gefum eftir í bakinu. Finnum hvernig hvirn og bringan lyftast á innendunum og dragast saman á útendunum. Gefum eftir í herðasvæðinu. Finnum að handleggir eru slakir alveg fram í fingurgóma. Finnum að hálsinn er mjúkur. Og höfuðið liggur þungt í dýnunni. Gefum eftir í hársverðinum. Gefum eftir í enninu og augabrúnum. Finnum að augnasvæðið er mjúkt.
Kinnarnar eru mjúkar. Og við gefum eftir í kjálkanum, þannig að kannski opnast munnurinn örlítið. Við lítum svo yfir líkamann með athyglinni. Finnum að hann er alveg slakur. Og hér ætlum við að gefa okkur smá stundi að hlusta á líkamann anda. Og ef að hugurinn reikar einhvert óvart, bara drögum við athyglina blíðlega tilbaka, án þess að dæma okkur. Og beinum henni aftur í átt að önduninni. Og leyfum okkur að fylgjast með. Byrjum svo að dýpka öndunina. Og byrjum að hreyfa fingur og tær. Það er sjálfsög velkomið að halda áfram að liggja í slökun. En ef við erum á leiðin tilbaka getum við teygt úr okkur. Jafnvel lagst yfir á hægri síðu að koma okkur fyrir í fósturstöðinni. Og gerum bara það sem okkur hendar á leiðin tilbaka. Og reisum okkur sér rólega við að koma okkur fyrir í þægilegri setstöðu. Finnum að bakið er beint. Axlirnar eru slakar og augun lokuð. Og við skulum draga djúpt inn andann og halda örlítið. Og svo blása frá og sleppa. Takk kærlega fyrir að gera kraftmeira flæði með mér í dag. Om Shanti.